Þetta er Guðmundur Sigurðsson skólastjóri í Borgarnesi sem talar. Í dag, fimmtudaginn 31. júlí, þá opna ég málverkasýningu í sal grunnskólans í Borgarnesi. Á sýningunni eru krítarmyndir og olíumálverk, samtals 51 mynd. Myndirnar eru allar til sölu og eru flestar málaðar síðastliðin 3 ár. Þetta er 5. einkasýning mín, en auk þess hef ég tekið þátt í samsýningum, meðal annars á Norðurlöndunum öllum nema í Finnlandi. Sýningin, hún verður opin alla daga klukkan 17 til 22 og lýkur henni föstudaginn 8. ágúst. Einhver listamaður býr ef til vill í öllum mönnum, en spurningin er kannski að vekja hann. Tildrög þess að ég fór að mála var það að ég sem drengur ólst upp í húsi, sama húsi og Höskuldur Björnsson listmálari átti heima. Þetta var á stríðsárunum og það var lítið efni við til þess að vinna úr í sambandi við málaralist. Og Höskuldur hafði það til síðs að hann gaf okkur krökkunum litadollurnar sínar þegar lítið var eftir. Og við reyndum fljótlega að fara að stæla hans verk sem að auðvitað gekk afar illa. En það má segja þó að í mér búi nokkuð af þessum gömlu dögum, því að á þessari sýningu eins og raunar öllum öðrum þá ber nokkuð mikið á fuglamyndum, en fuglar voru jú einmitt uppáhald Höskuldar. Þegar ég er að mála mynd í dag þá ger ég það fyrst og fremst fyrir sjálfan mig. Þetta er mín besta hvíld sem ég fæ frá mínu daglega starfi og stundum þá hugsa ég kannski að margir hlutir þeir myndu leggjast svo þungt á sálina ef maður hefði ekki eitthvað svona til þess að hvíla sig við. Að sjálfsögðu þá er það mér einnig mikil ánægja ef að aðrir geta haft gaman að þessu líka. Það er að segja, notið þess sem ég hef gert og í þeim tilgangi set ég upp svona sýningu. Ég var svo heppinn að ég átti þess kost fyrir nokkrum árum þegar ég var í námi út í Kaupmannahöfn að þá komst ég í listaskóla og naut þar mjög góðrar leðsagnar sem að ég síðan hef getað byggt afar mikið á. Uppáhalds efniviðurinn sem ég vinn með er þurrkrítin, það er að segja pastelllitir. Hún er á margan hátt auðveld í meðferð, þannig að það er hægt að breyta og bæta myndina lengi eftir að hún er í vinnslu. En það sem er erfitt við hana er fyrst og fremst það að þegar hún er olíuborin á eftir eða settur festir yfir, þá breyta litirnir sér og þess vegna þarf nokkur langa reynslu til þess að vita hvernig liturinn verður þegar búið er að olíubera hann. Ég vil svo að lokum sérstaklega óska þess að sjá ykkur sem flesta Borgnesinga hérna hjá mér og vona að þið getið haft ánægju af því að heimsækja mig hérna í grunnskólan.